Velkomin hérna í þetta rými. Þetta sem sagt verður textíllabbið hjá okkur hérna í Textílmiðstöðinni á Blönduósi og hérna verðum við með tækjabúnað sem við getum notað til þess að rannsaka alls konar tækifæri og möguleika í notkun á textíl. Uppleggið kannski að einhverju leyti að reyna að endurlífga svona textíliðnað og færa hann upp í svona kannski nútímalegri búning með þessari nýju stafrænu tækni sem er svona kannski tengd bæði fablabbinu og svona er að koma til. Hérna inni verður sem sagt svona kennslurými og þar verður hægt að nota vinnuborð og vera með fyrirlestra og vera með bara svona vinnustofur. Og inni hérna svo seinna þá sjáum við sem sagt önnur tæki sem verða. Það eru vefstólar og nálaþæfingavél, hérna verður útsaumsvél, síðan verður við prjónavél seinna, það eru koma leysiskerar, vínilskerar, vínilprentarar og fleira sem hægt er að nota til þess að bæði þróa náttúrulega kannski sem sagt notkun á þá efni við sem verður til hérna heima, hvernig við getum nýtt hann betur og þá sérstaklega ullinn og fatnaður sem kannski textíl sem er hent. Við hendum alveg gríðarlega miklu magni af textíl á ári á Íslandi og við þurfum að svona finna einhverja leið til þess að nota hann í búið til verðmæti úr honum og þetta er svona það rými sem á að gegna þeim tilgangi í raun og veru. En þetta verður opið rými þannig að hérna verða opnunartímar, hérna verða frumkvöðlar, hérna verða nemendur, fyrirtæki, atvinnulíf sem mun koma til að nýta sér þetta. Það er svona valið. Og við erum þátttakendur í stóru Evrópuverkefni, erum með mjög öfluga samstarfsaðila á sviði textíl sem eru komin langt í að þróa bæði stafræna textílinn og lífrænan textíl. Það er búið að leggja drauga samstarfi við Biopol á Skagaströnd af því þar eru öll helstu tækin sem þarf í lífrænan textíl þegar til staðar, þannig að það er hægt að samnýta aðstöðuna þar. Það sem gerði okkur í rauninni kleift að koma núna textíllabbinu af stað er uppbyggingarstyrkur frá Innviðasjóði en við sóttum síðastliðið vor og fengum rúmar 17 milljónir í styrk til þess að aðlaga aðstöðuna og til tækjakaupa. Ég segi sko, með þessum tækjabúnaði það náttúrulega fáum við tækifæri til þess að skoða annars konar nýtingarmöguleika á sem dæmi ullinni sem að í dag er mjög lítið notuð og hefur verið að minnka notkunin á henni og í mörgum tilfellum þá er henni bara seld hrá úr landi eða jafnvel ekkert gert við hana. Við eigum alveg gríðarlega mikið af sögu ullarnotkun á Íslandi, bara ullin hefur haldið okkur á lífi hérna í gegnum árþúsundið. En hérna er dæmi sem sagt eitthvað sem við vorum að leika okkur með úr nýrri vél sem væri ekki hægt hingað til. Og ég veit nú ekki hvort þetta er eitthvað annað heldur en bara það sem það er akkurat núna sko. Ég veit ekki hvað verður hægt að nota þetta í en þetta er eitthvað sem við getum gert miklu meiri tilraunir, við getum prófað, við getum svona farið aðeins út fyrir það sem við þekkjum. Með náttúrulega þessu samstarfi erlendis sem við erum komin í. Þá deiltir í þekkingu og fengið reynslu og upplýsingar erlendis frá af því að þessi verkefni sem við erum í samstarfi með Centrino